Já, komið sælir áhorfendur góðir, við erum hér mættir í síðari leik kvöldsins. Það er Fjölnir 2 IBVF í þriðja flokki kvenna. Nú, það var frábær leikur náðan sem endaði held ég að rögla 27-31, það verður lokatölur náðan, lokaleikur stelpnanna í úrstyrk kvenna. Og nú er hafinn þessi leikur hér í þriðja flokki kvenna, lið 2 hjá Fjölni. Það er að spila henni í annar deild held ég að lögregla. Ég er að býja til skýrslunni, Sara Dögg er að koma inn upp að lýsa leiknum með mér. Ásgeir er á kamerunni og Smári er að sjálfsögðu tæknimaður og sér útsendinguna. Já, Helgi strax byrjaði með stæla. Ég sé það á svipnum og á hnakkanum og hann er brosandi. Það er því að frábær miðvikudagur í gangi. Og ég sá Ég heyrði þetta, já, hljóður komið að gerast hérna. Andrés Gunnarsson mættur, við ætlum að spjalla af Andrés hérna eftir, jafnvel kannski hálfleik á þessum leik. Annarkvæmt í hálfleik á þessum leik eða eftir leikinn. Við ætlum að fara að séu tímabilið og fá hann í smá spjall. Hvað var að gerast hérna? Ég sá ekki hvað skoraði. Ég sá ekki hvað skoraði. Dóra var að skora hérna, Ásgeirs kamerun var við þetta hreinu. Já. Þetta er Ásta Björk sem tók vítinni náðan. Nú heyri ég mig, vá, nú erum komin í ruggliðina. Er það ekki að því að það er einhver heyrnartól tengdana sem heyrist hér. Staðan 1-1 hérna og það er línusending og staðan er 2-1 fyrir IBVF. Og Bergmál í rugglinu. Ari Brynjarsson og Helgi Kreer að dæma hann leik, þetta verður ekki betur dæmt hérna. Nú, eins og segi, við erum að bíða spenntir að sjá skýrsluna, við séum með nöfnun á hreinu hjá báðaliðum. En Kristjana hér með boltan og það er glæslegt mark hérna. Staðan er 2-2. 2-2 er staðan. Og þarna stekkur hann upp, þetta er leikmann nr. 3 sem var líka að spila með meistaraflokksliðinu, Þóra Guðný Arnarsdóttir. Var öflug á leiknum áðan og er komið mark hér. Staðan 2-3. IBVF að vinna þennan leik. Ekki leikmann nr. 4. Já, og Alessandra Ívolu hérna og Kristjana og það er varið. Og Ragnar systir Bergs fer inn úr horninu og það er varið líka. Já. Vel varið þarna í markinu og þarna stekkur hann upp, þetta er leikmann nr. 3 sem var líka að spila með þetta var mjög skrítið skot hérna hjá Ástu Björt, hún vippaði eitthvað meginn framhjá. Ég held að hún hefði mist boltan, það leit allan skringil út. Jæja, og þá er Fjölnislið í sókn hérna, boltin gengur yfir á hægra hornið. Hvað var að gerast hérna? Og ég vonaði að sjá þetta allt svona Ásgeir mynda alltaf Krist að tærja hérna kamerunni og það er mark. Staðan 3-3. Glæsilega gert eftir 4 mínútur hér. Alltaf er að fokalt inn í stúkunni. Já, þá er Sara Dögg mætti, hún náði alls ekki skýrslu samt. En við giskum bara á nöfnin. Já, allan í IBVF-liðinu, það er einhvern sem spilaði hana. Við kannski réttu skýrslu bara í hálfleik eða eitthvað. Já, ég er að dæ. Gaman að sjá þig, Sara mín. Sömuleiðis, Ingvar. Svona ef við spyrðum bara svona strax, hvernig fannst þið leikurinn náðan? Mér fannst hann bara svona ágætur. Mér fannst samt að við geta gert betur, sko. Já. Það er letilegt skotina, fyrir samt í samskiptin og það er náðu frákastunum að skora. Já, þetta var svona heilt yfir, var þetta ekki bara fínn endir á tímabilinu og... Jú, ég myndi segja Ég meina auðvitað, við gátum alveg verið nær þeim og hugsanlega strýtt þeim og stóli sigri en ég held þess ekkert yfir þess að kvarta. 4 marka tap í lokaleik og áttu góðleik um þetta í Val daginn og ekki bara fínt að enda þetta svona. Jú, það er ekki bara. Hvað er að gerast hérna? Hvað gerði hún? Hvað varst þú að gera? Nú er ég ekkert að horfa leikinn að því að Sara, hvað var hann að setja á mig þú er samloku eða eitthvað? Hvað var að gerast? Ok, akkur fyrir ég enga svona sendingu, ja? Eitthvað skilabót til mín. Þetta er leikmann með í samskiptin og það er náðu frákastunum að skora. Sara er ekki lengur í aðaldi og það er ekki að spila næsta árið. Endir á tímabilinu og... Hvað meinur? Jú. Herru, það er 4-5 fyrir IBVF hérna í þessum leik. Hvernig spáir þessum leik, Sara? Ég spáði þessum leik. Hvernig fór fyrirleikurinn, veistu það? Já, töpum stórt sko. Töpum stórt? 10 mörkum eða eitthvað. Það var? Við erum að tala um þennan leik sko.
Já, þá var hún með í bjöða. Já, ok. Er hún fyrst það? Þetta var jafn leikur. Með tveimur. Það er Helgi að dæma. Ég var að segja 28-26. Nei. Ég er hérna... Hvað? Hvað? Hei. Sjáðu Börkur. Börkur og Bjarki eru mættir hérna og ég kannski fyrir að tala meira og meira samt um... Nei, það er komið mikrofón hérna. Það voru að kveikja á honum. Ég þori ekki að hafa kveikt á honum. Helen Ósk Kristjánsdóttir er mætt inn á sko. Hvað er Helen Ósk? Hún er fyrir aftan okkur. Sælar. Helena, við gerum þetta bara mjög óhefbundið. Hvernig leiðir að spila þinn fyrsta leik og jafnframt skora þitt fyrsta marki í Ólísdeild kvenna? Mér leið bara smável, ekkert smá gaman að vera komin aftur. Og mér finnst geggjað að vera búin að fá það aftur. Algjörlega. Og hvernig fannst þér stemningin, hvernig fannst þér stúkan taka við þér þegar þú bæði kost inn á og þegar þú skoraðir? Þetta er núna bara hreint ótrúlegt yngvar. Það er bara stuðningurinn hérna, það er alveg rosalegur. Myndir ekki segja að stuðningurinn hefði verið góður af því að ég var að peppa hann svo vel eða? Jú, líka. Þú ert náttúrulega almaðurinn yngvar. Takk fyrir það. Ok, rólega að ljúga hérna. Heitir Börkur, mætti Börkur. Nei, það voru sko ekki í þetta skiptið. Börkur, nú dæmdir hann leik nokkuð sómasamlega. Hvernig leið þér svona eftir leikin? Fannst þetta vel dæmt bara og sáttur? Mjög vel í leiknum en hérna, ekki vel eftir leikinn þannig að hann var búinn. Já, þú væri til að endurtaka þetta moment bara endalaust. Já, maður er svona, deildin er búinn sko. Þetta er bara... Þú ert meir? Ég er meir, ég er hérna, klökkna alveg að... Ekki meir Geir, er þetta svoleiðis? En samt meir? Já, ég er meir eins og Geir sko. En nú, hérna, hvað er framöndan í þér? Hvernig þú ert vantilega að dæmi í einhverjum umspil og úrslitum og allt þetta eða eitthvað? Jú, ég er nefnilega, við erum hérna við Höddi, við erum í hópnum, 8 para hópnum. Það er svolítið, það er svona hópur, það er 8 para hópur? Já, það eru 8 pör sem að hérna, dæma í úrslitakeppninni, í Ólís, kvenna og kalla. Og þú ert þar og hörðu með þér og veistu hvernig fyrsta verkefni er? Nei, það er ekki búið að gefa út. Við erum þar í fyrsta skipti, þannig að nú er hérna ákveðin hérna bara þröskuldur sem við stigum yfir að komast upp í hennar hóp og nú þurfum við að standa okkur. Finnst þér ekki geggjað að vera svona ungur og uppleiðið í þessum bransa? Jú, þetta segja stelpunni líka. Vá, veistla. Þá erum við að tala um stelpunni sem vita hvaða lag, eitt lag enn með Brimkló er bara svo lítið lengur. Ég held að þetta tengist í að í gær eða fyrradag og dreymdi mig draum og Britney Spears var hjá mér og hún hallaði sig svona að mér og hún var að spila lagið Lucky. Það er það besta lagið hennar sko. Hvað lest út úr þessu? I feel so lucky. Ég er bara... Þetta þýðir að þú sért lucky. Does this tears come at night? Vá. Góði gestir, ég get ekki skálda þetta betur en málið það að Börkur dómari kom bara hér og svaraði bæn minni og hann er pabbi Bjarka sem ég fór með á rúndin í Víva Vestló-rúndin hérna á BMA. Var það 2001? Nei, 2001, þá varst þú 11 ára, ég var 17 ára sko. Þetta var svo 2008 eða eitthvað. Ekki? Jú, við erum með kamerur á leiknum og fólk vill heyra svona dægurstús. Þetta er aldrei mjúta okkur. Bjarki, ég vil langar að þakka að kærlega fyrir að heiðra mig með nærveruðinni, ef þú ert farinn. En ég er ekki að kveðja þig nema og segja, já, þú ert farinn. Ég sá þetta eitthvað rífið pappa þinn. En takk kærlega fyrir komuna strákar og takk fyrir að heiðra okkur með nærveru ykkar. Áallt mín. Áallt. Herru, já, þá er þetta bíó búið. Þetta voru Börkur og Bjarki Bóas. Bóas Börkur og Bjarki Bóasson. Og að vel varði hjá Þyri, ekki Þyri, eins og allra besti markmaðurinn hérna í allan að fjórða. Jú, ég myndi segja Hún ætla að spila upp fyrir sig hérna. Hún og Kristjana og Habba, þetta er náttúrulega, en við erum svona blanda líka kannski 3 og 4 í þessum hópið ekki? Jú, það er svolítið henni. Kannski öllum liðum hana. Þetta er náttúrulega 3 hvernig 2 hjá okkur. Lið 1 er að detta í úrslitakeppni í fyrstdeildinni. Svo erum við lið 2 hérna sem er í, veistu hvað staðan aðeins er, Sara? Hvað segir þú? Veistu hver, þetta henni náttúrulega aldrei að hlusta mig, aðstoðarþjálfarinn minn og allt það. Hérna, veistu hvað staðan aðeins er í deildinni? Hjá lið 2? Lið 2, já. Ég er bara ekki alveg viss, sko. Nei, þú
þú fórst ekki heimaðinu fyrir þetta verkefni sem sagt? Nei, því miður. Nei, ekki ég heldur um þar. Þarna sérðu, Sara, þú kannski segir okkur stöðuna á Fjölni bara í deildinni? Með þessu... Já, Fjölnir er í 9. sæti. Af 10 liðum eða? Já, Ok. það er svoleiðis. Það er búið svolítið erfitt. Já, Já, og þarna er IBF að skora... IBF er í 1. sæti. Já, það er svoleiðis. Já, það eru deildameistrar held ég bara þessa helgi eitthvað svoleiðis. Þú sér það að þú ert með þarna leikmann 3 hérna, hún heitir Þóra Guðný. Hún var náttúrulega að spila bara frekar stórt hlutverk í meistaraflokksleiknum áðan. Já. Og svo hún hérna Ásta Björk sem tók vítin, hún er búin að vera öflug núna í byrjun leiks. Þannig að þetta er engin pappakassar þarna. Nei. Já, þannig er Ragnar systir Bergs að skora. Setur samt hendurnar ekki við loft eða klappa skringilega, en við bara fögnum því hún sé að spila þetta. Já, hún Þóra Guðný, ég held að hún sé fyrirliði hjá U18. Er það svoleiðis? Já, hún er það sko. Ok. Við vorum eitthvað að tala um þetta á hann, Sandra Erlings og hún, þær hafa báða verið fyrirliðar. Sandra, í hvað leið Sandra Erlings? Hún er að spila með Fúsi Berlín. Já, svoleiðis bara. Yes. Pappin er að Er þjálfa hann það úti. dóttir Erlings Richards? Já. Já, auðvitað. Og Ívalú hérna með skoti í vegginn. Ég finn það, Sara, þú ert meira að hugsa um bakkelsi heldur en hann leik. Ég er svona... Er það? Já, þú ert eitthvað svona... þú hugsar upp átt svona... að gefa frá þér svona ára þegar langi í hérna... hvað heitir þetta? Vínabrauð og... Vínabrauð. Og þú varst með eins og þannig eitthvað, þú borðar ekki nammi. Já, ég er ekki búin að borða nammi bara mjög lengi núna, sko. Kjaftaði, ekki Kjaftaði. reyna þetta. Sko- Og eitthvað, ég hætti að borða brauð. Já, þetta Það er dugði í erfitt. viku, sko, Þetta er erfitt verkefni, sko. Já. En þú ætlar náttúrulega að mæta að taka hérna helun á þetta og mæta henni Comeback Aldarnar næsta vetur, eða ekki? Jú. Koma tilbaka úr Já, meðslunum, já, skilur já. við? Já, ég fatt að það alveg. Hún Ingvar, gaf mér hvert þú mjög þetta? mikið svip og sagði, Einmitt, það var Ingvar. mjög já, einmitt. Ertu að reyna að segja eitthvað hérna? Hvað er að gera sér? Já, við þakkum Ólaf Ástu kærlega fyrir þetta. Sem að næstu meittist, þetta er ekki Ólaf Ástu. Hvað er að gera? Hörður mættur hérna, það eru allir dómarar leiksins og dómarar síðustu 500 leikja búin að koma inn upp á poti mig. Andrés Gunnlaugsson var eitthvað poti í andlit á mér náðan. Hann er einmitt að koma í viðtalinu eftir og ég ætla ekki að ég ætla ekki að gera hún neitt greiða hérna eftir. Það er nokkuð ljós, ég ætla ekki að vera góðu við hann. Hann er Siggi Stikkmættur, þetta gæti ekki verið betra þó að Hreimur Örn Heimisson og Páll Óskar Hjálmdursson myndi koma báðir og Björgvin Halldórsson með brotna tönn. Þeir eru amatúrar að því að Siggi er gítarleikarinn hljómsveitinni Stikk sem er miklu stærri Vinnufoss og Blóma og Brimklóti samans. Þetta er Helgi mættur, Helgi með bros og vör af því að það er miðvikudagur og við erum ruglgóður á miðvikudegi af því að á morgun er 50 dagur og það er dagur undan föstudegi og í gær var þriðjudagur og það er rétt hjá Ólaf Ástu hér. Ólaf Ástu þó hún séu Þrótti þá veit hún eitthvað. Svo er hérna Karen sem átti stórleik í markinu náðan, ég skráði á hana 8 var henni skot sem þýðir að hún sé með 10 pluss hjá Kolbrún sem tekur tölfræða liðsins, hún er alltaf að hjálpa liðinu sinu. Þannig ég segi hlutin eins og þeir eru. Svo er Sara Sif hérna, hún var við einn góðan bolta. Þetta er tæknamaðurinn. Hérna, hvað skráður um maka 2 mínútur á hann Hörð? Bara í lífinu? Já. Hörður gaf engar 2 mínútur. Nú? Það var eitt rautt spjald. Það var rautt? Það var eitt rautt. Reyndar að ranga manneski en það er alltaf leið. Veitu, var ég að svoandi í svo leik eða? Hvað? Nei, nú veit ég ekkert hvað er að gerast. Best að Sara Dögg hafi bara mikrofóninn. Já. Þá er Jón Nivea.is búinn að taka leiklið og búinn að klára leiklið og búinn að fara yfir það hvernig það er að bera á sig á ennið og svona. Og nefið. Ólaf Ásta vill fara inn á. Sagði hann það ekki? Jón leifir henni ekki, Jón er vondur. Jón er Sigmundur Davíðs þessa leiks. En hérna... Já, Þetta var stórt, sko. Við erum í kynntingunum hérna. Mér finnst bara geggja að Sara Dögg hafi fattað hvað Sigmundur Davíð er. Wow. En þannig Ingvar, hvernig líst þér á Simmadabba? Er þú tím Simmi? Simmi Dabbi, þetta er gott hér. Nei, en þú veist, ég er samt mest að leiðilegt allt saman. Ef við svona ætlum að svara þessu bara östuð og við höldum áfram leikinn að þá finnst mér þetta leiðilegt. Mér finnst leiðilegt eða svona, þú veist, þegar einn er tekinn bara fyrir og hann er bara hamrað niður ykkur vegg, skilur við. Já, við erum stundum svo vond. Já, Skilur það við? er alveg rétt. Það eru samt margir með honum í liðu, sko. Já, færri samt heldur en fleiri. Það er færri með honum í liði, sko. Ég veit ekki, mér finnst bara að við kunnum ekki alveg við kunnum ekki alveg svona einhvern veginn að sína svona mannúð og samúð og eitthvað. En það skiptir ekki máli, ég ætla ekki að væla við því. Þetta er allt saman leiðindamál.
Já. Og vonandi að við séum bara að rífa okkur upp úr þessu og allir verði sáttir eftir einhverja daga. Allir vinir í skóginum. Já, er það ekki skemmtilega? Ólafi og Óliver og allt það. Manstu þetta því eða? Man ég eftir því, En ég veit veistu ekki eins hvað og hvað þú ert að tala um. Nei, ok, vá. Fuglastrið, en ég held bara að Fuglastrið var eitthvað eins og He-Man og Superman og allir tengdu við Fuglastrið. Ólafía og Oliver. Já, þú veist hvað Lion King er eða ekki, Sara? Jú, en ég er ekki búin að horfa á hana. Hæ? Heyrðu, bara út í vídeolegu strax, ná í Vaffaðisbólu, hún er ekki búin að sjá Lion King. Já, er það ennþá í gangi eða? Já, helst betur. Ég er enda fyrir mína tíð, sko, ég er enda svo ungur. En það er alltaf verið vitlaust, staðan er 5-10 og við erum ekki búin að minnast á leikinn í svona 8 mínútur, það er 14 mínútur liðna, en ég er bara sjokkeraður yfir því að stelpa sem sagði, ertu með Simma-dabba í liði, sé bara ekki með á hreinu hvaða Lion King sé. Ég veit alveg hvað Lion King er, ég Bara bara hefur hef ekki ekki hort á hana, skilju. Já, það er mjög undarlegt. Er En, já, það er bara Það mjög... er samt margir sem hafa ekki hort á Lion King. Nei, það er ekki margir, það er svona 4 og þú ert einn af þeim. Ég ætla að segja að þetta er besta teiknimynd sögunar. Ég skal horfa á hana bara fyrir Og þig. þegar þú séð Toy Story. Já, auðvitað hef ég séð Toy Story. Og hvað sér auðvitað þú verður ekki séð Lion King? Hefur ekki upplifað sko sorgina sem Simbi upplifið þegar Mufasa... Ok, ég ætla ekki að segja mikið sko. Ok. Sorry. Bara búin að spoila myndina einhverjum. Já. Það fæðist nýtt ljón. Ok. Nú er heilt lögin eða ekki? Já, auðvitað. Herðu, allavega, þá var Guðný komin inn á. Og Ragna systir ég ætla að segja Ragna systir Gest, systir Bergs, Pollabergur, systir hans, hún er í Vestló. Anna Gretzo að kallar á boltan hana, tók hann okkur valhopp eða hopp eða eitthvað. Og það er glæsilegt mark. Það er glæsilegt mark, Sara, eða ekki? Jú, þetta var glæsilegt. Já, þetta var glæsilegt. Algjörlega glæsilegt. Það var algjörlega glæsilegt. Þannig 6-12, Sara. Já. Það lítur ekki út úr við sem var að vinna hann leik. Nei, það getur samt allt gerst. Já, þetta var Þóra Guðný frænkaðinn sem er fyrir í hvað sér, U18. Já, ég er nokkuð viss það, Hún og Sandra Erlings. Já, ég held að þær hafa báða verið einhvern tímann fyrirlegar. Já, hún er svolítið öflug, hún er góð. Já, skemmtileg kraftur hérna líka. Já, skemmtileg krafturinn, já, samanlega, já, hvað? Já, þetta var alls ekki góð sending, en þetta er vel gert hjá Beggu eða Boggu, ég sé ekki hvað stendur á henni. Við erum ekki með skýrsluna þegar Sara Dögg náði ekki hérna. Ég spurði hennar rétturleik, græðuru, kemur við afrita skýrslu, ekkert mál græða, svo kom bara hljópinn upp og engin skýrsla. Það er svo mikill tími í að tala, skilur. Anna Gretz, það er rétt hjá þér og þú ert vinsæl og það þurfa allir að spjalla við þig. Anna Gretz svo hér í hóðninu og Habba í hinn hóðninu og sjáum hvað gerist hér. Kristjana sækir inn á markið. Það gerist allt inn að vinstra megin. Allt inn að vinstra megin, 7-13 í staðan. Ég held að sé örgulega komið 4 mörk inn á skyttinu eða eitthvað. Jú, ég held það. Eitthvað svoleiðis. Það eru nokkrir áhorfendur í stúkunni, meira að segja foreldrar sem eiga ekki stelpu hérna á einu vellinum, heldur eiga stelpur sem voru að spila áðan. Þetta eru öflugur foreldrahópur hérna. Ég sé að foreldrar Helenu er hérna, mamma Andreu Jakobsen og foreldrar Berglindar meðal annars. Ásamt foreldrum sem eiga börn inn á vellinum og svo er Ingibjörg fyrrverandi formaður eða varaformaður eða bæði eða eitthvað. Hún er í stúkunni, svo er lögreglan að síns mér. Var það ekki? Jú. Og pæli hvort þeir vildi eitthvað tala við þig. Þeir voru eitthvað svona, hérna, bra, og ég eitthvað, Sara er hérna. Já. Og boltinn niður í vinstra hornið. Sjáum hvað Eva María gerir hér inn á línunni og Anna Gretz og það er tæmt lína. Já, óheppinn. Óheppinn Anna. Það er vel gert hjá Eyjamönnum. Hvað er í gangi? Sara Sif og Karen Birna líklega þroskast á markvarðarpar landsins. Já, Að reyna að elta upp í lögregluna. Öskuðu þannig löggan. Þetta fríkast hana á Kristjánu og var eitthvað ósátt. Sá hann bara labba henni teik. Hvað er að gerast hérna? Þeim fannst þetta bara í alvörinu spennandi. Já. Það var bara að handtaka eitthvað hérna. Já, ég var einmitt að pæla í þessu.
Það var hluparnir út. Er verið að leita þér yngvar eða? Nei, ég hugsa ekki, sko. Ég hugsa sér mjög ómerkilegu pappir hérna. Já. Nei, þú veist, ekki ómerkilegu. Já, þú veist, þú maður túlka þetta eins og vilt. Herru, þetta er Begdagga, sendu Dagga. Geta verið? Ég sé þetta ekki, sko. Nei, þú sér því illa. Já, ég nota venjulega gleru, sko, í skólanum. Er það? Já. Já. Ég hef mætt nokkru sinnum með gleru hérna. Þetta er Dagga, ég held að það sé Dagga. Já, þetta er D, eða ekki? Já. Það er ekki Dogga, þetta er Dagga. Og Eva María, já, vel gert. Glæsileg sending. Og Eva María klárar þetta vel. Hún spilaði ekkert á hana. Jú, hún fór aðeins inn á. Er það? Já. Var ég ekkert að horfa á leikina? Það er góð spurning. Já, og já, heppin að fá fríkast hana. Heyrðu, staðan er 8-16, þetta er bara okkar það í alvörni tæmdist hérna uppi. Já, allir farin að leita löggunni. Þú veist, það voru 2 lögreglur og bara, en við erum ekki að pæla ómikið í því. Nei. Nei. Tjók. Nei. Nei? Ekkert svoleiðis. Nei, ekkert svoleiðis. Heyrðu, jæja. Þetta gerist allt inn á vinstra megin. Hefur þú komið að segja, Sara? Já, ég hef nú ekki mikið um þetta að segja, sko. Nei. Ég er bara mjög forvitin að vita hvað er í gangi með lögguna, sko. Já. Ég ætla að tippa á þetta sjómerkilegt, en það er allt að gerast og allt að góða tekið hérna. Ég fæ kannski svona góð hér. Takk fyrir kærlega. Herru, var akkur hlutballi niður með eftir lögregluna? Er það svoleiðis? Já, ok. Kannski það svo merkilegt að þú hlaupa niður þetta? Ok. Já, við erum að hóða þær fregnir að það var Vera López sem lá hérna eftir leik og það kom svona sjúkrabíll og þá væntanlega sjúkraflutningamenn eða lögreglumenn sem kom hérna inn og það var það sem öllum fannst svo ógeðslega spennandi hérna á hann. Ég vona bara að Vera López verði í lagi. Við skilum kæri kveðju til hennar. Já, veistu hvað gerðist við hana? Nei, ég sá, hún meiddist inn í horninu. Ég sá þetta ekki nógu vel, sko. Já. Þetta er vel gert í Rögnu. Já, klappa vel fyrir henni. Ég er hérna komið með appelsínubát í hendurnar. Þú ert svo heppin, Ingvar. Akkur ég er heppin. Þú ert með appelsínu. Er það merki heppni? Þetta er mjög auðvelt. Það er ekki mikil vörn þarna. Já, ég er svo hræddur að sulla á mig með svona appelsínu. Það er svona, ég er svona að reyna að bíta smá í það. Kannski alltaf að ef við segjum ekki eitthvað nokkar sekundum með ekkert að tala leikinn. Hún kemur fyrir inn á milli. Ragna. Já. Veitu hvað? Hún fór út á líklega. Helgi sleppi þess ekki auga tígusins. Er það góð dómur, Helgi? Vel gert. Þetta er hárrétt þegar við sáum þetta í kamerunni. Þetta er hárrétt. Helgi kryði allt á kristaltæru. En ef hann væri alvöru dómur þá myndi hann ekki svara svona áhörundum eins og mér upp í stúku. Hann var að stara á Jónbirna því Jónbirna var að gefa hann auga. Jónbirna spakkaði hann til pungina með hann. En hérna, það er önnur seinni saga. Er það eitthvað heið út af mig? Nei, hann bara gerði það bara svona hann fannst að fyndi. Með svona 0 fyndi. Já. Þannig að ég ætla að klára bátinn minn. Ívalú er mætt aftur. Já, Ívalú er svona, ég held að hún sé svona uppáhaldsleikum að minna hann inn á. Já, ég er gaman að henni. Já. Hún svona leynir svona á sér. Með svona stundur koma hann á hálfum hraða en svo klárar hann vel. Það er eitthvað verið að horfa á okkar leynimakk hérna í hinu skjánum. Og Herru, við vorum að horfa á upptöku af þarna þegar Vera López meiddist. Það lítur út fyrir að hún hafi eitthvað misstigið sig eða eitthvað svoleiðis. já, vonum að vera í lagi með hana, sendum henni hinn bestu batakveðjur. Eða svona ég er hann, Sara er eitthvað svona. Jú, ég sendi henni líka. Veit ekki alveg með það. En það kemur vinkun okkar Þóragunni. Hvað er hún komið mörg mörg? Ég veit að ég er um að skáta, hún er komið svona 8, 9, 10 kannski. 8-9. Það er náttúrulega 19-10, það er svolítið mikið. Ef hún ekki komið svona 6 mörg frekar. Ég var svona 8-9, ok, ég veit ekki, 6. Já, ég er 6, 7.
7, ok, segna. 6, 7. Ásta hérna, Björt var inn á hérna, hún skoraði svona 4-5. Ég held að hann var svona 7-8. Já, Getur 8. En við sjáum þannig kannski bara skýslunni á eftir, en við erum ekki alveg með þetta hreinu. En það er nokkuð ljóst að stefnir ekki í jafnan leik hér. nei. Þannig 10-19 eftir tæplega 24 mínútna leik. Og þetta er svo kallar tvíhöfði, 2 leikir myndi tekja liða frá saman félagi. Þetta var vel gert. Þeir eru bara niður í slagir, potslagir. Ásta Björt, var hún meidd eða? Já, Ásta Björt sem byrjaði leikina, við hefum ekki tekið nógu lett yfir, hún fór meidd út á og fekk höfuðhögg. Já, þannig að það er bæði Vera López í náðan og svo Ásta Björt sem spilaði meistaraflokk áðan og núna byrjaði leikinn. Það er kannski ástæðan fyrir hún hefur ekkert spilað núna. Ég held að hún myndi spila hann leik meira, þannig að það er meiðslið sem komið fyrir það. Þannig 10-20 Sara. Já. Var þetta svona í fyrirleginu? Var þetta bara, vorum við að tapa með 20 og eitthvað mörkum með það? Já, við vorum að tapa með 10 held ég. Í heldina? Já, í heldina, sko, ég notaði, já. 10 mörkum undir núna í fyrirháleik og IBF með boltan, það lítur ekkert mjög vel út. Nei. Ætlar að spá á nýja það? Sko, ég myndi giska á að þessi leiku fari svona... Já, hann er leikmann 27, ég sé ekki alveg... Þetta er Sirri. Sirri heitir hann, fólk með Sirri. Heyrðu, ég ætla, veistu hvað þátt að það er? Ha? Fólk með Sirri. Nei, ok, þú veist ekkert. Ok. Já, vel gert. Var þetta ekki Ívalú eða? Já, þetta var Ívalú. Já, Ívalú leynir á sér. Heyrðu, ég ætla að spá þessum leik. Ég ætla að segja að hann færi... Nei, Vá, þetta er ekki hægt. Ég ætla að segja 19-38. Vá, það er alveg mikið. Já, bara þetta lítið, þú erum 11 mörgum undir núna, ég hef svo róist aðeins yfir þessi seinna áleik, en það verða með miklu yfirhönd. Hvað segir þú? Ég ætla að segja 19... Vá, Nei, ég ætla að segja 20... Ok. 20-36. Ok. Eitthvað illa var næri fyrir. Það er hérna haldið vinskap. Ha. Já, svo kemur Ásgeir með auka ágiskun í hálfleik. Og ég hugsa Ásgeir verður með þetta rétt. Já, klöfveldun lína. Já, vant aðeins svona meiri kraft í þetta færi eitthvað. Já. Það veist, það verið að horfa á nokkuð sem bara að rífa boltan í sig. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Vingunaðinn, frænkaðinn, aftur. Frænka mín. Eða ekki, þú ert alltaf í Vestmanni með eitthvað, þekkir ekki alltaf þetta lið. Þekki nokkrar en ég þekki ekki Þóru, sko. Hefurðu krotað á appelsínu áður eða? Þetta er fyrsta skipti sem ég sé þetta bara. Já, ég held ég aldrei séð það. Þetta hef ég aldrei gert áður allavega, þetta er mjög skrítið. Það er þannig 11-23 Sara. Þetta já, ég ætla að vera hreinskilinn bara, þetta lítur ekki vel út, en þá er mikilvægt með svona leiki að klára og að fá eitthvað út úr þeim. Já. Og setja þá kannski upp núna í hálfleik, það verður gott að Jón Brynjar muni setja upp eitthvað hálfleik. Við ætlum að æfa okkur í þessu eða gera þetta. Þú veist, við erum eitthvað markmið, þú veist, hlaupa, hafa vel gert. Kannski, þú veist, ég veit ekki, hlaupa betur tilbaka eða fá, þú veist, mörk úr hornunum eða áskilju, gera eitthvað, svona setja upp eitthvað. Þannig að hafa eitthvað svona markmið. Já, fyrir óöppinana. Það er 12-24. Ég bara, já, ég veit ekki alveg hvað að segja. Hvað? Hvað? Ég sagði ekki neitt. Ná, í að raði. Já, þarna á Ragnar að gefa sér aðeins meiri tíma. Hún stendur allan tímana nær. Já. Ég veit ekki, eða ekki? Jú, mér finnst það. Við erum ekki alveg að nýta færun okkar. Nei, vel gert þarna. Nei, við erum að nýta mjög illa bara. Herru, 27-40, 2-20 eftir að fyrra áleik. Þetta var bara komin skotgengi neinin. Hreyfa sig, já. Hvað? Það var svona smá sem ég var að þjálfa þetta. Já, þetta var skrítið. Þarna, þú veist, eins og Ívalú kemur ofta á svona halvum krafti, en svo hefur hann alveg verið að setja bara gott mark þegar hún nenni því, sko. Já. Það er svolítið skrítið. Þarna eru sjúkraflutningamenn hérna að flytja út úr húsi. Það er þetta með bekkin hérna. Þetta lítur ekki vel út. Nei, þetta fór kannski leiðilegt að enda þetta svona. Já. Vel varið fyrir
1:35 eftir hérna 12:24 staðan, ekki, já. Þannig er Dóra bara heppin að fá fríkast. Við erum óörugga með boltan. Já, Þetta er hérna, það vantar sjálfstraust í hérna hóp. Það er klárt. ég er saman að því. Já, takk fyrir það. Alltaf gaman að þú ert saman með, það gerist þetta rosalega sjaldan. Og þá á æfingum, það er bara aldrei. Er ég aldrei sammála? Nei, ég sagði eiginlega aldrei. Já, eiginlega. Hanna! Þetta var Svona, já. Hún getur nefnilega alveg Ég er skotið að segja, fast. þegar hún tekur þennangur, kemur svona að sýtningunni eitthvað það, maður svona, en eitt skotur sem nennir ekki. Svo paffar hún bara. Hvað gaur hvað? Ég segi, já, ég segi gaur, en ég meina alltaf bara skot, skilur. Ég tala skringilega, herru, ég þarf eiginlega bara, má ég bæta við mörk, hérna, ég segi 38 mörk í sinnaðleik, sko. Já, shit, þú meinar. Já, Ég segi 44. Þú þarf 44? Já. Ok. 20-44. Ef þú bæta við hjá okkur líka? Ég segi 22-44. 22. Ég ætla að setja í 19, ég ætla að setja 20. Ég veit það ekki. 20. Ég held að við skorum ekki mjög mikið, sko. Jú, þetta er vel spila. Ok, ég ætla að fara í 20. Já, Ég er að pæla að fara í 42. 42. Já. 20-42. Þannig við erum bæðir reynda með 22 marka mun, það verður bara að vera þannig. Já. Vá. Þá er kominn hálfleikur hér í stöðunni 13:26 ára. Já. Og Dóra fær 2 mínútna brott í svona loka sekúndinni. Já. Maður er alveg séð allan hressar yfirbreiður. Það er allir búa rólegirinn, það er seint kvöld hérna, klukkan er 10. Já. Það vantar samt meiri stemmingu í Fjölnisliði. Já, ég meina það er alltaf að nenni þessu 0. Þú lítur hafi ekki allavega neina út. trú á þessu og hérna, en það er alltaf að fara núna inn í hálfleikinn og aðeins að peppa sig. Og meina Ólaf Ásta fer og reynir að hylla þjálfarna og grátbyrjum að fá að vera með. Hérna, við tökum okkur bara örstutt hlýðin, það er alltaf síðan 5 mínútna hálfleikur cirka. Jú. Og svo ætlum við að koma með, við ætlum að vera aðeins ferskar inn í seinálunum og hérna bæði við og leikmenn. Og þá keyrum við stemninguna í gang. Þannig. Sæll í gær.
hnakkinn, er on eða? Þetta er hann. Herðu, já, þá erum við mætt hérna með síðarhálfleikinn staðinn 13-26, það hefur ekkert breyst þessar 5 mínútur sem við tókum leikli. Við vorum að klára að ræða Lion King máli stóra, við ætlum að laga það. Sara Dögg ætlar að horfa á Lion King áður en árið er búið. Já, ég er búin að lofa því. Jep, og hérna, ég hlakka til að heyra útkomuna hvað henni finnst. Þorvaldur Davíð vinur minn talaði nú einu sem fyrir Simba, en ég vil horfa á hana ensku, mér finnst hún best á ensku. Kannski fílar íslenskuna betur, ég veit það ekki. Frozen, horfa hana á íslensku eða ensku? Ég byrjaði að fara henni á bíó með litla bróða mínum. Á íslensku? Á En þú íslensku. horft á hana á ensku. Þannig Mark, Sirri, fólk með Sirri, hún er að skora hana. Fólk með Sirri, þess að spjalláttu með Sirri, en hérna Já, allt í ég lagi. veit það. Ok, en hérna, þú horft á Frozen á ensku eða? Já. Hvort fannst þér skemmtilega? Mér fannst skrítið að horfa á hana á ensku eftir, skilur, ég var búin að horfa á hana á Já, íslensku. ok. En hún er skemmtilega á ensku. En Lego Movie, hefur þið séð hana? Nei. Ó, hún er góð líka. Eða það var allir að segja að hún var ógeðslega leðileg. Ok, vá, mér var svo mjög skemmtileg. Ég fór á hana í bíó í Ísafirði, þegar ég bíó þar. Eða það? Já, við fórum með öllum þriðaflónum mínum, öðrum flónum mínum með eitthvað. Fórum bara að Lego Movie. Hún var svolítið geðveik, sko. Ekki geðveik, mér var svona skemmtileg. Og sérstaklega ensku, það er svona skemmtilega raddir í henni og þetta er svona frægnöfn og... Æ, mér er það skemmtileg. Já, en er hún ekki bara eitthvað algjört bull? Hún er alvöru bull. Já. Hún er svo miklu, hún er svo 12 sinnum meira bull en Frozen, sko. Frozen, mér fannst hún samt í alveg skemmtileg, Mér fannst Frozen mjög skemmtileg. Já. En ég horf á hana ensku líka. Ég er meira fyrir að horfa á svona myndir ensku. Mér finnst oft kjánlegt á íslensku. Þarna er líklega víta, hún er heppin að fá ekki vítakast. Hún tók hendurinn assið þarna eftir. Er allt í lagi, hérna, Ásgeir minn. Kamera rústa, hún er eitthvað laus þarna, hún virðist vera að fara á flug. Við erum líka góðið að lýsa leiknum fyrir fólkinu, sko. Já, einmitt. Fólk er náttúrulega að horfa og það er frýtt skot á línunni. Herri staðinn þá er 13-28 Sara. Þetta hérna, já, ég ætla nú ekki að skafa þessu, þetta lítur ekki vel út. Nei. En, aðja, það er vel varðið hérna. Þetta er búið að vera marathónin að við byrjum að hann er Vera López, hún er ekki farin upp á spítala, hún er upp í stúku. Sem því það vantilega að hún er ekki alvarlega meidd, þetta hefur þá aðalega verið sjúkraflutningar, menn hafa bara komið fyrir hana hérna Ástu Björt. Já. En við vonum innilega að vera í lagi með hann, hún fekk höfuðhögg á hann í upphafið þessa leiks. Já, þetta er alveg hræðilegt, sko. Já, við vonum bara að vera í lagi með hana. Mikið um þessu höfuðhögg núna. Algjörlega og mikil umræð það, fólk er alltaf meðvitað það líka og reyna þá að hérna, koma í veg fyrir þetta með einhverjum hætti. Já. Og fólk er alltaf meira og meira að spila með einhverja höfuðpúða eða hvað það er. Og þetta, hún labba bara í gegn. Hún er komið 13 marka í, eða 12. Já, hún er komið svona 40 mörk. Já, Ásgeir sér 12. Það verður gaman að sjá skýrsluna eftir. Hún var með 11 mörk í fyrirleiks að Ásgeir. Það stóð á ritaraskýrslunni, þannig að hún er komið 12 hérna. Sæl. Já, hún er mikill yfirkværa maður hérna inn á Hornið vellinum. galopið. Já, en í staðinn ekki um vinstriðin á Dóru. Hornið var gjörsamlega galopið. Já, nei, ég held að það verði rétt dómur. Hún var aldrei búin að koma sér í almennilega stöðu og... 100% Já, ég meina það, 100% rétt dómur. Það var það sem ég meina með þessu og það... Við skorum bara vinstra megin, við hefum bara að gefa boltann út í vinstri skittu og þar löpuðu bara gegn. Sædís er ekki komið svona 6 mörk. Já, hún er, já, 6-7, ha. Góð sókn. Já, vel varið. Fyrir hérna að vera og sest bara á boltann og brosir síðan breiðast á, tekur eitthvað axlarhefingu. Hún er mikill dansari og Ívalú, hérna. Hanna góð kraftur. Já, hún leynir á sér. Vel gert, já, Sædís er búin að eiga hörkuleik hérna. Hún er alveg klárlega markaðist allavega í sókninni og hérna, ég held að sé bara hvert einu skipt sem hún fá færa á skorun. Þetta er of auðvelt í báðar áttir, þetta er hérna... Engin vörð. Engin, 30-15 og verður nýbyrju síðarháleik. Herru, hvað sagði ég? Ég sagði 24... 44-22 sagði já, og ég sagði 20-42. 25-48 sagði Ásgeir kameramaður. Það er bara mjög gott gisk. Eða gisk, spá þetta með þetta á hreinu. Sædís þarna með hann í Samuel í hnakkan á markmannum minn. Hvað, þú veist, hún skýtur bara vilt þarna. Og svo heyrir mér hérna sjálfsögð vinkona okkar með hvað, 13 mörk eða eitthvað. Já. Það setja á hana hérna, hún sé kom með
13 og svo pluss og svo gerir strik hérna. Af því hún var í leiknum minn áðan. Og ert svo með Ingvar. Ég veit það, takk fyrir það. Svona sömuleiðis. Bara ef þið hefði náð í þessar ritaraskýrslu, skilur. Já, þá væri við bara, já, í fínu, hvað er að gerast? Það er lokað á Kristjánu og virkilega varið, en þarna þessi sending, þetta er letileg sending út, af hverju er Alessandra að bíða eftir boltan? Já, þetta er líka svo mikið bananasending, sko. Það var ekkert að fara að gerast annað en að IBF myndi taka boltan. Það var bara ekkert annað að fara að gerast. Já, sækja IBF-stelpur. Þannig reyndi Ívala að taka hann umferðina vinkonina, Þóra Guðný. Hún heitir Þóra Guðný Arnarsdóttir. Forsetaframbjöldin hét Þóra Arnórsdóttir. Heitir það ekki? Þóra Arnórsdóttir. Já, vel gert. Já, vel gert hjá Systir Bergs. Jók, hún heitir Ragna. Hún er samt Systir Bergs, en ég ætla að segja alltaf Systir Bergs. Það var Ragna samt Systir Bergs. Já. Hún er að standa sig vel í hóttunum. Hún átti hana ekki alveg nóg gott færi hann í fyrirháleik. Þess að fínt færi en skaut bara beint á markmanninn. Gaf sér ekki neitt tíma og hann er vel varið. Þyri í toppstandi. 6 mínútur liðnar síðar í hálfleik. Já, klára það. Hafdís fær fríkast. Já, maður dragast kraft í hana stundum. Já. Þú þarf að gera þetta bara, þú veist, farðu 100% í þetta, skilur. Eða ekki? Nei, þau geta fengið víti. Já. Eða bara mark. Annað máli, sko. Og eins og segi, í þessi stelpu vantar smá sjálfstraust. Það er bara að sækja. Ekki svona feimnar, inn með þig. Þú veist, annarkvæmt fyrir beint inn í sendurinn í hotni. Bæði hotnin voru bara galopin. Já, þetta er, og sjást líka þegar Greft svo kom inn á þá stökk hún alltaf á báðum boltan. Já. Við erum ekki að gera þetta af 100% krafti, staðan er 17:31. Já, ég veit ekki alveg hvað þetta trygggrip fannst mér. Já, ég er sammála því. Hún hikaði þarna aðmestlega trygggrip, það skipti ekki máli unnum boltan þegar ég varði. Svo er hotni. Já. Við erum ekkert mikið að vinna með það. Nei. Já, ég finna, hún er með 100% skotnýtingu eitthvað. Þetta er eitthvað, Sæti sér eitthvað annað hérna. Hún er komið ruglmörg mörk, hún er bara svipuð og Þóra Guðný hérna. Það er Þóra Guðný með 13 pluss, ég meina Sæti sér komið nála 10 mörkum. Og skorar að vild, ef hún lyftir sig upp að skora hún. En það þurfa fleiri að taka þátt í sókninni og við þurfum að spila eitthvað á vörn. Hafdís er að taka úr umferð bara. Já, Hafdís tekur umferð og Sirri frænkaðinn skaut yfir. Það er ekki nóg gott. Jú, gott fyrir okkur. Það er rétt, já. Ekki gott fyrir þáttinn fólk með Sirri. Og það er skotið slá, markmann og framhjá. Það er Berglind Benedikts er mætt, sko. Nei, það er bara maður leiksins frá því áðan. Já. Við erum með þetta óundirbúið hérna, Berglind, og kemur kannski aðeins að mikrofónunum hérna til mín. Berglind, nú raufstu 100 marka múrinn í leiknum áðan. Hvernig tilfinning er það? Þetta er búið að vera markmið lengi og það er bara æðislegt að ná svona stóru markmiði. Þú er búinn að spila mjög vel í vetur í vörn og sókn, ertu ekki heilt yfir sátt með þetta tímabil? Jú, mjög sátt. Ég er búinn að þroskast mikið eins og leikmaður bara að fá tækifæri í úrvalsdeildinni og þannig. Bara mjög gaman. Já, þessi síðustu 2 leikir, við áttum góðan leik á móti Val og fína leikinn á móti IBF. Er ekki allt annað að enda þetta á svona nótum heldur en kannski ef þetta hefði endað einhvern 2 stórtöpum, er ekki gott að enda vel á heimavelli? Jú, ég hefði svolítið viljað sigur í dag. Við höfum alveg getað unnið þar, það minna litlu. Já, ég er alveg svo, þeir byrjuðu leikinn sérstaklega vel, svo kom hann að kapli, smákapli fyrir okkur sérstaklega kannski byrjun seinni þess, þeir virtust ekki alveg vera með á nótunum. Hvað getur útskipt það eitthvað, sagt okkur hvað gerist þar? Ég held að það hafi bara verið einbeitingarleysi og fórum svolítið að keyra of mikið á þar. Kannski höndluðum við það ekki alveg og við þurfum alltaf líka að skora úr þessum, við þurfum að skora úr þessum dauðafærum. Mér fannst við ekki nýta þessi dauðafæri nógu vel. Þannig ég held að það sé bara það sem við vorum að klikka á í leiknum. Algjörlega, en þú endaðir þetta tímabil í Ólisteild kvenna með 7 mörk og komst yfir 100 marka múrinn. Ég held að þú hefði skorað 105 mörk og er það ekki bara mjög ásættanlegt á fyrsta tímabili sem leikmaður í þriðjaflokki? Jú, ég held það.
og ætlar að færa þessa svona lokum, ætlar að færa þessa stemningu yfir í úrslitakeppni þriðaflokks, ætlar að enda það með stæl og nú eigum við heimaleikina í úrslit, Fjölnir heldur heimaleikja úrslitin, heldur úrslit í öllum yngri flokkum, hér á heimavelli 5. maí, ekki draumurinn að spila úrslitaleik á heimavelli? Jú, það væri algjör draumur og bara markmið hjá okkur stelpum núna, við hugsum núna þriðaflokkinn og núna erum við alltaf búin með meistaraflokkinn, þannig að þá getum við bara hægt meira í þriðaflokknum og einbæta okkur að því. Það einmitt leikur á morgun á móti Haukum. Þannig hér eða ekki? Jú, heimaleikur. Klukkan? Eða ekki svona 7-8. Svo við erum bara mættin í Dalhús, bara 6 og bara fylgispenn, það eru æfingar og eitthvað og svo verður leikur einhvern tímann á kvöldi og Berglind lofar að vera þar og ætlar að koma sér yfir 200 marka múrin í þeim leik og nei, ég er að djóka. En bara Berglind, mér langar að segja bara til hamingju með frábært tímabil og innlega hamingju með maður leiksins á. Takk fyrir það. Þakkum Berglindi Kella fyrir spjallið, að hún er alltaf klári í spjall, þessi ljúfa stelpa og það er gott að vera með eina ljúfa hérna og svo eina söru, það er ágætt. Get ekki allir ljúfir. Þetta þarf að vera jafnt, sko. Já. Heldur þið skúri ekki meira en 25? Já, Áski kamerumæður með svona gott utan að koma til spjall. Jú, örglega, jú, það skóri ekki meira en 25. Við vorum kannski full væg við þar í markaskorinu, þannig að Já. Ef að breyta. Já. Ég sagði 20 og þú með 22. Það er alltaf að skora meira. Sæti sem að skora svo 7 mörgum viðbótið eða eitthvað. Ég ætla að breyta mínu 26. Já. Ég ætla að segja 26, 40, ég ætla að segja 26, 45. Hvað segir þú? Ég ætla að segja... Og það er að skora hérna 34. marki sett þegar 18 mínútur eftir í leiknum. Ég ætla að segja 27 og ég ætla að halda... 44. Já. Já, 27, ég ætla að skrifa þetta hérna betur. Það kom í krass hérna. 27, 44. Men við vorum spjallagi náðum við Berglindi Bendisdóttur sem að rauf 100 marka múrin í Ólafsdeild kvenna. Hún er á öðru ári í þriðjaflokki og búin að spila feikilega mikið og gott hlutverk sem, þetta var tyggrip, sem varnarmaður og sóknarmaður. Hún er góð í vörn, hörku varnarmaður og ég held að það hefur svona skilað henni landsliðs vali, hvað, U18, U19, hvað þetta heitir? Jú, U18. Já. Og hún og Andrea Jakobsen voru í því, eða ekki? Jú. Andrea var reyndar eitthvað slöpp í bakinu, þannig ég veit ekki hversu mikið hún spilaði núti, en hún komst allavega inn í hópinn. Já, einmitt. En já, hún var valin í lið og ég segja bara mikilvægt að þú veist, vera með leikmenn sem spila ekki bara sóknarhlutverk. Ef þú ert öflugur varnarlega þá áttu mikið séns í að ná langt í þessari íþrótt. Já. Miklu frekar en einhver sem spila bara annarkvort, sérstaklega ef þú spila bara sókn, það er ekkert brjál eftirspurn eftir því. Nei. Þannig að það er betra að geta bæði og Berglind er bara varnarjálkur. Einblína líka ekki svona þjálfara meira á vörnina? Já, klálega, ég meina þú spila góða vörn þá þeir segja að sókn vinni leiki og vörn vinni titla, mikil klisja, en það er nú bara rétt að það er oftar en ekki bestu varnarliðin sem ná langt ef þau eru með sóknina í lagi. Já. En þetta er bara fyrst, þetta er grunninn, ef vörnin er í lagi þá getur þú gert eitthvað í handboltalík. Já. Þú getur ekki alltaf að skora næsta mark, skilur. Þú veist ekki þannig. En já, bara frábært hjá Berglindi og Díana áðan, komst yfir 200 marka múrin, geggjað. Og var með 194 fyrir leikinn, skoraði held í 7, hún búin að skora á enda tímabil með 201 marka og örugglega með marka hæstu leikmönnum tímabilsins. Ég veit ekki hvort við getum séð það á HSI.is. Ertu þá að tala bara í Ólafsdeildinni? Já. Ég held að Hrafnhildur Hanna sé fyrir ofan hana. Já, en hún er allavega með og hún er upp top 5 allavega, sko. Ég held að hún sé í öðru sæti, sko. Alveg bótið. Herri, wow. Þarna er Guðný. Já, hún er búin að sleppa í bakinu, sko. Já, hún lendir illa þarna. Vonandi að sé ekki ennþá meira vesen, hún er að hjálpa henni og Þóra Guðný. Wow. Nei. Nei, það er að líða yfir hennar bara. Hún getur ekki staðið, Díana hleypur hann inn á til hennar. Þetta er mikil átök hérna. Mikið meiðsli í dag. Já, þetta er hræðilegt.
Já, ég veit ekki alveg hvað ég að segja, mann er brugðið aðeins hérna. Já, ég bara sá þetta ekki nógu vel, sko. Nei. Lenti hún á bakinu eða lenti hún á haustinu? Já, með síndist hún lendi á bakinu, en ég þór ekki alveg að fara með það samt. Ég vona innilega að vera leið með hennar Guðný, lendir hann illa á erð, hann lapp út af, hún er stutt út af. Það var annar leikmann í dag sem er stuttur út af, Ásta Björk fór líka út af hérna áðan. Hún var með höfuðmeiðsli og var hérna frá öllu. Já, það er kannski líka eðlilegt að þegar svona skakkaföll gerist í báðum liðum að það sé ekkert brjálu stemningun á öllunum einhvern veginn. Nei. Svona róast aðeins yfir og það er ekkert alltaf að vera trillt upp í stúku svo sem. Nei, það er allir held ég bara í sjokki hérna, sko. Já, þetta er svona, þetta er skref. Já, þetta er, nei. Nei, hvað? Það var búin að taka svona 6 skref þarna. Já. Nei, það er rétt, Ásgeir, þeir sjá ekki allt. Ásgeir er með góð kommentina og það er fríkast. Já, Hrafnhildur Skúladóttir, hún ætlar að stilla upp bara langt inn í púntalinu. Ég er að fíla þetta, þetta er góð kynding. Þetta er mark, ætla ég að segja. Nei, vel varið hjá okkar Þyri. Þyri er með þetta allt á hreinu. Hún er með þetta. Hún er góð markmaður, ég var þjálfarinn fyrra, mjög gánaður með hann í liðinu sinu. Hún er virkilega öflugur leikmaður, fór með Kristjáni í Reykjavíkurúrvalið, fóru þarna, hann ekki alveg hvert að fóru. Hvað er að gerast það? Ég veit ekki, ég heldur að segja að tala í síman, hún er ekkert að tala Já, hún er að hringja í pappa sinn. Pappin er upp í stúku, hún er að spyrja hvort að af hverju í dauðanu þessu ekki fann heim til sín. Pabbi, af hverju þetta horfa á allan leikinn, ég er ekki að spila, ég er búinn að fá dómneskjafabréf, dörrullum okkur heim. Það er sem að Berglind sagði. Ég vonum sér ekki að hlusta á þetta. En markmaðurinn ætla að koma með í sóknina. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast, ætla hann að skjóta, nei. Og þetta er skref aftur, já, þetta er skref á hana. Mikið skref. Skjótu. Wow. Anna er gaman þess að sæti þessi hamran bara, hún hefði getað skorað. Flott marki á Beggu áðan. Já, geggjað. Já, vel gert. Alltaf þegar Ragnar nær að stökkva út í teginn, markmann fyrir alltaf frá nærstönginni, hún er mikið að skora í nær, sko. Kameran er að losna hérna. Nei, segir hann. Ég er bara stressaður hérna ef hún dettur niður. Hvað gerist ef hún dettur niður hérna? Jável á einhvern rittaraborðinu, þá fyrstur er eitthvað bíó hérna. Já. Þá kemur Hrafnhildur inn á, kemur á línur, 2 línur þá, hún og Dóra. Og Ragnar sæti, já, varið í hávörðana. Wow. Örgla fyrsta, hugsaði annar klikkin, þetta er alltaf 2 mínútna brottvísun. Já, þetta er rétt. Já. Þú har rétti dómur og hvað, pyrruð þarna. Já, þetta leit bara mjög illa út. Starði á mig þegar þetta var rétt og bara... Já, allt í voli hérna. Já. Það er rétt, Ásgeir er með mikilvæg góð komment og ég þakka honum innilega fyrir það. Nú er Sirri með boltan og svo hvað er Elma Björk. Új! Það var með maganum hana. Já, dribbla, róleg, vel gert þarna. Þannig 35-20 við erum einu færri hérna í 1,5 mínútu viðbót. 13 mínútur eftir Sara. Já. Ég held að maður þurfi bara að breyta, nei, ég ætla ekki að breyta þessu. Nei, þú getur alveg náðu þessu sko. Það er kannski skor ekki jafn mörg, ég hugsa IBF skor ekki jafn mikið heldur sko, en ef að sæti, er Guðný komin inn á bara? Já, þetta er nú ekki verið, það er gott, já, sjá hún er hamran á nær. Ragnar er mikið nærmanniska. Ekki þurftur að hafa neitt íkja mikið fyrir þessu. Nei, ekki. Og Guðný er hörku tólina. Já, ég held að það væri mjög alvarlegt þegar hún... Já, hún datt bara niður hérna á maður. Já, þegar hún steig allt skrefin út, þetta var eitthvað svo, þetta leit illa út. En mjög jákvæmt að sé lagmenn og vonum bara að hún fá ekki afturhögg, það er þið algjört bíó. Já. En ef hún er í laginu þá bara frábært. Og auðvitað, hún er keppnismannska og vill spila. Þetta er galopið hérna. Ég gleymdi þetta, ég er búinn að skrifa, hún er allavega komið 14. Ég heldur sem ekki meira, ekki? 15. Ásgeir er með þetta.
Ég veit ekki hvað ég að segja eitthvað en Ásgeir með alltaf hreinu. Hún komið 15 mörg, Þóra Guðný Arnarsdóttir, besta vinkuna Söru Daggar. Já. Það þekkjast svona báður landsliðinu típan. Já, þekkjast mjög vel. Allar sem í landsliðinu þekkjast. Það? Já, það ekki? Ég veit ekki alveg með það. Allavega, þú veist, ekki á milli landsliða kannski, ég veit ekki. Já, jú. Vá. Hvað að gerast hérna? Hún bara... Þetta var mjög vel gert. Já, hún veður bara áfram drippla með hægri, drippla með vinstri, sikksakka bara eins og fjölnislið sem keilur. Hún komið 16 mörk hérna, samkvæmt Ásgeiri. Og ekki fyrir að rengja hann. Nei. Það er bara svona þess. Ég fer bara eftir rítararskýrslunni. Já, sérðu niður á skýrsluna? Sérðu niður á skýrsluna? Já. Kristján er bara farin í vörn. En Kristján er alls ekki. Ég ætla bara að vera í viðhaldsvörninni hérna. Á hornið. Já, þetta er vel varið. Það eru gegn þarna yngvar. Skotið að spila á hornið. Bæði svo sem alveg réttar ákvarðanir sko. En mér finnst þetta alltaf svo ljóst að vera að skjóta hann upp í upp í fjæsi. Vel varið. Þyri að standa við sinni. Og hún er alveg laus, hún rækna. Já, hún er öskra á boltan. Það er bara mjög jákvægt. Þessi dagfarsprúða stúlka. Kristjana! Kristjana! Ég að fíla. Og Sædís sækir hérna Kristjana. Þetta er rólegur sóknarleikur. Já. Rosa rólegt. Það er svo mikið búið að gerast í þessum leikar. Allir bara sultu slakir hérna sko. Ég geispa hérna. Ég er búinn að upplifa hérna frábæran miðvikudag í dag. Og fekk að þjálfa í Rimaskóla sem er alltaf snillt. Já, þú fekkst líka að þjálfa með mér. Fekk að þjálfa með ykkur Sörunum. Bæði fekk ég að þjálfa með ykkur 7. kvenna og svo fekk ég að hafa stutta yngur 5. kvenna. Þetta er bara búið að veisla. Það er enn eitt markið. Hún er komið 17 mörk hérna. Þóra Guðný Arnarsdóttir, ef Ásgeir að segja okkur rétt frá. Einhvern veginn náðu að klúðra með skýrslu sem leik. Það er annar mál. Við rettum því bara næsta leik. Já, ég skal... Nei, við erum búin að standa okkur alltaf ágætlega þráttur við ekki með skýrslu og við erum svona síðar hálfleikurinn höfum farið meiri að spjalla leikinn. Já. Við duttum í smá rugg eftir að Börkur kom inn í spjall en við erum búin að Berki dómar í spjall og Berglind kom í spjall og Helena kom í spjall. Aðeins svona farið við leikinn frá því á hann. Já. Börkur var að upplifa þess frábæra stemningu að fá að dæma hérna, Helena skora fyrsta markið sitt, Berglind 100. markið sitt. Þetta voru svona alveg moment sem við þurftum að taka. Já, algjörlega. Og svo eftir þennan leik þá kemur allavega Andrés, ef ekki Andrés og Jónbjörn í smá spjall hérna við mig eða mig og Helga, ég veit ekki alveg hvernig við taklum þetta. Aðeins að fara við veturinn í Ólísdeild kvenna og þarna er Ragnar næstu í mjög mitt. Ok, ég sagði rétt á hann, ég held að IBF myndi ekki ná svo mörgum mörkum. Það var með 34 eða eitthvað. Já. Það er strax konið 39 og það er 9 myndir eftir hann. Það er náðarlegur pottið held ég þessum fjöldasérsbáðum. Já. Örgulega meina það sko. Já, hugsaðlega sko. Ég hugsa Ásgeir verður bara með þetta. Hann sagði 25-48. Ég er bara hissað að það eru ekki rétt hjá honum. Já. Ekki með 48 mörkin. Já. Skref. Nei. Mér finnst þetta rosalega lítill áhugi á þessu hjá Fjölnisliðinu núna. Já. Þetta er sammála með því eða? Ég er mjög sammála með því. Já, þetta er, þú veist, eins og segi, þú veist, þegar leikurinn tapar í hálfleik, þá skiptir hérna bara mestu máli hvernig þú tapar leiknum, sko. Já. Þú veist, og hvort þú ætlar að nota hann í eitthvað, þú veist, eitthvað x jákvæmt, sko. Telja hversu mjög hraðaflöpuði náið eða hversu oft komustu hérna utanverð, ekki búa til eitthvað svona markmið bara. Það er bara eins og öllum sé sama þetta, sko. Já, vantar aðeins allan á stemninguna. Já, það vantar svo mikla svona leikgleði í þetta. Já, vel gert, já, og þetta er bara þegar Sædís nennir að skora, þá skora þær. Já, mér samt Ragnar búin að vera hérna á fullu líka. Já, reyndar, fyrirgefðu, ég ætla ekki að taka það henni, en aðrar samt, ok, þeir eru búin að vera fín í markinu og Ragnar búin að vera fín í horninu og Sædís búin að halda þessu uppi. Aðrar hafa ekki verið mikið með. Nei. Og vissulega erfitt að spila mútið deildarmeisturum og allt það. Þú veist, þetta er gott lið sem hann spila mútið. Já. Þó það vanti, þú veist, náttúrulega langbæsti stelpurinn á hornamanninn, hvað er Díana Dögg. Já. Ég sá hann náttúrulega daginn hana við 20 næstlinn og drullu góð. Og hérna, og svo Ásta hérna, Ásta Björn sem fór út á hann, hún er góð, hún er öflug skytta. Já. Þannig að þú veist, það ætti alveg að vera viðráðanlegra verkefni sko. En við erum ekki búin að spila vörn alltaf tímann, það er náttúrulega 22-41. Þannig að, já, þetta er erfitt ef maður ætlar ekki að spila vörn. Já.
Ég veit bara ekki alveg hvað ég á að segja, sko. Nei, þetta er svona, það verður bara að klára hann að leika sóma og 7 mínútur eftir. Nú er það bara að reyna að spila smá vörn. Enda þetta vel. Já, það eru mikið að skjóta stöngin inn í nær. Já. Það byggjast alltaf 2 sá núna á skömmum tíma. Það var vel gert hjá leikmann nummer 33. 22-42 staðan. Þetta er leikurinn skemmtilegur. Þetta er hérna Ásgeir á kamerunni í toppmálum. Ég ætla nú bara að segja að þetta er ekki skemmtilegasti leikur sem ég sé það hefði verið hægt að gera skemmtilega, sérstaklega seinni hálfleik. Koma krafti, menn eiginlega bara keyrir yfir Fjölnisliðið. Það er vanalega ekki gaman að horfa á leiki sem eru, þú veist, engin svona leiklið og ekkert skap í fólki. Nei, reyndar ekki, við erum allt í ruglunni hérna. En hún er búin að verja 10+. Já. En ég minna, já, þú veist. Já, ég myndi alltaf. Já, 8-10. Svo svipa á Karin var maðan, ég skáði 8 á hana, þá skáði Kolbrún og sjálfsögðu 10. Hvað, ert þú bara ekki alveg Jú, ég er bara með rétt. Það? Já, ég skáði bara ekki þegar hún tekur lausabolt í teiknum og eitthvað. Þú veist, ég tel bara varðabolta. Kristján Gaukur líka alltaf með svo 12 meir en ég, hann bara, akkur sagður ég, Ingvar hafði bara með 16, hann með 27. Bara, ha? Nei, hann með 16. En ég meina, ef að markmaður stendur, skilur fyrir boltanum og meðan hann rúllar. Já. Ef hann myndi ekki standa, þá myndi hann fara hann. Já, ég er reynda búin að vera harður sem ég veist ekki vera. Ok, vel gert hérna á IBA-stelpunum. Mér finnst ekki vera varin. Ég er samt telað alveg varið, skilur, samkvæmt tölfræði. Já. En það er eitthvað skrítið að gera alltaf hjá Kolbrún og Kristjánu Gauki því að þau eru ekki að tella þetta rétt. Það er bara þannig. En það hjálpar alveg tölfræði liðsins, bara flott, ég var með 100 varin skot í 2 leikjum. Já, þú veist, ok. Nei, þetta er fótur. Já. Samkvæmt þessu, þá stefnir ekki þið ná yfir 25. Nei, þú ert að vinna þetta, Ásgeir, ég er að segja það. Hvað spáði ég eftir? 20... Þú sagði 27-44. Vá, ég sagði það mikið, sko. Já, ég sagði 26-45. Ég ætlaði að segja 25, en ég hætti við. Já, þú varst ekki nóg sjálfstæðið í það. Nei. Þetta er vítakast. Þetta er víti. Hún var svona meterinn í teigur Ragnar þegar hún hélt bara á henni. Þetta er víti leik eins og maður segir. Það er leikur. Rétt hjá þess að þetta er vítakast. Vel varið. Já, smá kraftur í svona. Já, og upp keyrir. Svo Ragnar alveg frá. Núna ætlum við síðan leik, þegar leikurinn er bara búinn, þá myndi ég keyra þessi lokin og hamra 2-3 grillaðum, sko. Já, En staðan eru í þessum og löppu sér. Það er enginn að bakka. Það lappa tilbaka hérna 5. Það var eins að Ragnar. Ég ætla að gefa Ragnar það bara, hún er eins og sætið sem búin að flottust hérna sóknarlega, en Ragnar er þannig að hlaupa. Ég ætla að gefa henni fyrir mína partar og maður leiksins. Já, ég myndi segja líka. Fyrir það á 20, það eru 3,5 mínútur eftir. Hún svo einu sem nenni að hlaupa tilbaka. Ég ætla bara að gefa henni props fyrir það. Það eiga allir að hlaupa tilbaka. Það er bara skylda. Ég þoli ekki leikmenn sem gerir þetta. Ég hef verið að þjálfa margar svona leikmenn sem hlaupa ekki tilbaka og þetta fer gífurlega töðan. Sumir skildi, akkur við erum búin að tapa boltan. Það snýst bara um svona hvernig þú presenterar það. Já, gætir alltaf ná boltan. Já, ég er að segja, þú getur ekki frákast, þú getur trublað, þetta er bara, og svo er þetta líka mentality svona að vera gæinn sem ætlar að vera manneskinn sem ætlar að hlaupa tilbaka. Já, bara það. En svona, sætist þetta ekki í huga að hlaupa. Ragnar 1. Já, vel varið. Og líka frákast, skilur við. Já, en þannig, ef við varum 5 að hlaupa tilbaka, í stað fyrir 1 eða 2, þá ættum við séð svo að ná boltanum, sko. Já, þetta var fótur, sástu þetta? Nei, var það fótur eða? Þær eru eitthvað pirraðar þarna held ég, sko. Það er ekki skytið það? Nei. Og dæmdu fótur á hana? Svo, ég sagði það. Brjáluð, 500 mörgum yfir. En séu, það er með skap, það er 20 mörgum, þú veist það er 21 mörg yfir. Og þeir eru samt að reyna næsta bolta á eitthvað, menn við erum eitthvað, þetta er bara 20 mörg, haldur bara áfram eitthvað. Já. Já, við erum að fá meiri jákvæðin í þetta, meiri gleði, þetta er ekki gaman. Nei, alls ekki. Og leiðilegt fyrir okkur að vera hérna eitthvað í neikvæðin í Fjölni-TV, en það vantar klárlega stemning og skemmtun í það. Já, það er það. Eins og þegar þú veist að þetta fyrir erfiðan leik, þá verður bara að búa til eitthvað svona stemningu. Þú veist, fagna mörkunum eða eitthvað, sko. Þú veist, fagna með þyri því hún að verja. Já. Það er ekki bara að fagna neina. Nei. Og það er ekki eins og klappaði eða fæ vel gert, skilur við. En svo er Ragna, hún er ennþá, minnst hún verið ennþá á fullu plasti. Já. Sjá, hún er að tala og... Vel varið. Fótur.
Já, ok. Þorði ekki að hann fótt þessu röð og íbjöð. Það var virkilega að vera varðið á þeirri. Hún potið komin yfir 10 mörk. Þreytt, Sara. Nei. Fór frátlega gespa. Hún óstöðandi hérna. Hún komið 20 mörk eða hvað í gangi? Hún komið 18 samkvæmt okkur Ásgeiri. Það 22-44. Ég breytti minni spá í 26-45. Nei. Herru, það 1:40 eftir, það 22-44, 22 marka munur. Já. Maður sér það bara fólk í stúkunum að allar býta leikmenn klári sig. Það engin stemning hérna. Líka, ég búin að setja svolítið oft en ég bara leiklið, það vantar leiklið. Já. Fjölnir var að skora 50 mörk, þá var það ókeilig. Já, það var mjög skrítið að það væri 50-44 sko. En já, við höfum alltaf fagnað því sem sigurvegari leiksins, en hérna... En það náttúrulega ekki gott að fá sér 40 mörk. Þetta var lína. Æja, opinn. 1 mínúta eftir. 1 mínúta eftir þessum skemmtilega leik. Ásgeir enda búinn að gera mjög skemmtilega upp í stúku. Já. Ég hef sjálfna verið með að pressa kameramann. Þetta vítakast. Nei, þetta skrifndómur. Þetta var vítakast, ég ætla ekki að hrauna henni yfir Helga vinn minn, þetta var vítakast. Helgi vil greinilega ekki hérna á 45. Nei, Helgi ykkur veðmáli við okkur hérna. Nei, ég giska að 22-44 þarna fyrst eða ekki? Jú, svo breytti því. Ég giska að 20-42 vorum bæðið með 22 marka mun. En þú varst með, en þú er með rétt núna, nei, ég er með rétt núna, 45. Það var númer, hún komin 90 mörk. Hún maður leiksins í IBF, myndi ég segja. Hún Þóra Guðný, þú geispa bara við því. Nei. Nei. Já, 10 sekundur eftir að fá, nei. Þetta er alltaf sama, sko. Já, Guðný tekur það strax, já, 5 sekundur. Og skot. Já, þetta er búið. Þessi veisla búin, Sara. Já. Og henni líkur með 23 marka tapi. Sædís markaðist í Fjölnisliðinu og Þóra Guðný í IBF-liðinu. Hún skoraði 19 mörk, það er svolítið mikið. Já. Skoraði næstu mörk á Fjölnislið. En, þú veist, það var nú einhverja stelpur spilmenn sem Fjölnis töluði í okkur sem voru ekki með í dag, eða ekki? Eins og Ólaf Ástæður einhvern tíma verið. Já, hún er samt búin að spila lítið með þeim, sko. Já, og það vantar besta leikmann í þeim, hann að Díunu Dögg og eins og sögum á hann að Ásta fór út af hérna. Já, líklega bara með sjúkrabíl í burtu. Já. Það var þarna sjúkraflutningamenn mættir hérna, við vonum innilega að það sé lagi með hana. Og við sjáum að lagi með Veru López þannig, hún er þarna ekki bara sjúkrahúsi. Hún er þarna eitthvað meitt í fætinum. Og Guðný kláraði leikinn líka. Ég held að það séu eitthvað að tala þarna niður Ástu Björt, hvað gerast við hana? Það er verið að tala Já, segir Ásgeir. Hérna, nú veit ég ekki alveg Smári tæknumæður, hvernig verður þetta með viðtalið? Er það sér innslag eða? Morgun. Það kemur á morgun. Tökum það bara á morgun. Já. Við tökum það upp núna. Ætlar að koma upp eða? Við finnum út, en það er bara seinna, það er ekki í þessu innslagi hér. Þá ætlum við, ég, Ingvar Nákarsson og já. Já, ég skal græða það. Ætlar að henda okkur í mynd eða? Ætlar að... Við ætlum að kveðja hérna. Ég, Ingvar Nákarsson og Sara Dögg Hjaltadóttir, besti lýsandi landsins og besti aðstofþjálfari sem ég hef kynnst. Við ljúkum útsendingu hér á þessum 22-45 leik hjá Fjölni 2 og IBF í fyrirflokk hvenna. Já. Sara, kveðjum við ekki bara fólk og sjáum þér hress einhvern tímann í umspil eða úrslitakeppni? Þú ætlar að taka einhvern tímann leik kannski með okkur áttur? Já, það ekki. Það er bara þannig. Þá verður þetta meiri stemming kannski? Já, þú ert góð í VIP-stúkunni hérna. Herðu, við þakkum fyrir okkur Smári, tæknimaður, búinn að standa sig eins og hetja hérna allan dag og Ásgeir, virkilega góður á kamerunni og Hanna Hrund og Guðbjörgin á kamerunni fyrir leiknum. Við þakkum kærlega fyrir okkur.